þegar maður að syngja að virða textan fyrir sér, að það að halda boðorð Guðs, halda hvíldardaginn. Textin oft svo yndislegur í þessum fallegu sálmum. Ritningaversið sem hann hefur valið, ræðumaðurinn, það tekið úr 2. Tímóteusarbréfi, 4. kafla og vers 1 til 22. Fyrir augliti Guðs og Kristi Jesú, sem dæma mun lifendur og dauða með endurkomu hans, fyrir augum og ríki hans, heiti ég á þig. Predika þú orðið og gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávita, áminn með öllu, langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hrópa þeir að þér, kennurum, eftir eigin fýsnum sínum. Til þess að heyra það sem kitlar eyrum. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Ég var því algáður í öllu, þoli illt, gjöri verk trúboða, fullna þjónustu þína. Nú svo komið að mér verður fótfært og tíminn komi að mér verður fótfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Ég hefi barist góðu baráttunni, hef fullnað skeiðið, hef varðveitt trúna og nú mér geymdur sveigur réttlætisins, sem Drottinn, hinn réttláti dómari, mun gefa mér á þeim degi, og ekki einungis mér, heldur og öllum sem þráð hafa endurkomu hans. Reyndu að koma sem fyrst til mín, því að Demas hefur yfirgefið mig, vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann farinn til Þessalóníku. Krekes farinn til Galatíu og Títus til Dalmatíu. Lúkas einn eftir hér. Tak þú Markús og lát hann koma með þér, því að mér þarftur til þjónustu. Þykíus hef ég sent til Efesus. Fær þú mér, þegar þú kemur, möttulinn sem ég skildi eftir í Trójas hjá Karpusi, og bækurnar einstaklega, einkanlega skinnbækur. Alexander, koparsmiður, gjörði mér margt illt. Drottinn mun gjalda honum eftir verkum hans. Gæt hinn líka fyrir honum, því að mjög stóð hann í gegn orðum vorum. Í fyrstu málsvörun minni kom enginn mér til aðstoðar, heldur yfirgáfu mig allir. Verði þeim það ekki tilreiknað, en Drottinn stóð með mér og veitti mér kraft til þess að ég yrði til fullna predikunar og allar þjóðir fengju að heyra og verða frelsaður úr gini ljónsins. Drottinn mun frelsa mig frá öllu illu og frelsa mig frá öllu illu og mig hólpinn vel leiða inn í sitt himneska ríki. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Heilsa þú Prísku og Akvilius og heimili Ófanísur, Efesus og eftir í Korintu, en Tímóteusi skildi ég eftir sjúkan í Míletus. Flýt þér að koma fyrir vetur í Ebúlus, sendi þér kveðju og Púteus og Línus, Klátus og allir bræðurnir. Drottinn sé með þínum anda násemi yður. Amen. Þeir sem treysta sig til geta kropið til bæna. Kæri Faðir í himnum, mér langar að þakka þér fyrir þessa stund og biðjum að vera með ykkur hér á þessum erfiðu tímum. Það eru margir sjúkir, það eru margir í þjóðfélaginu sem eiga erfitt
Viltu vernda og leiðbeina, viltu gefa okkur styrk og kraft til að standast á þessum tímum og læra að trúa þér og treysta á þig meir en við gerum. Það eru mörg bænarefni í huga okkar og hjarta og þú veist hverju það eru, þú veist hverju skráðir í bænabókinu okkar. Viltu leiðbeina og hjálpa þeim að feta þinn veg og þeim sem glíma við veikindi að þeir megi standa á fætur, hraustir og sterkir í þínum anda. Amen. Amen. Við skulum halda áfram og syngja sálm númer 387. Ég veit að lifi lausnarinn, 387. Fallegur sálmur, fallegur texti. Nú er komið að gjöfunum, en þess að við erum ekki með körfur hér í gangi núna, þá er hérna hægt að leggja inn á og við skulum bara þakka fyrir þær gjafir sem munu berast í hús. Kæri Faðir, ég bið að blessa þessar gjafir sem koma til okkar hvers sinn og leiðbeina og gefa okkur og styrkja af þeim, vera til blessunar og vera með þeim sem gáfu. Við þökkum. Amen. Já, mér skilst að það sé komið að barnasálmi og við skulum syngja hann. Þú Guð sem gefur lífið. Þó þess ekki börn hérna í húsinu, þá eru börn heima að horfa. Hugsalega.
Já, Kitty, virkar þetta? Glæsilegt. Jæja, ég trúi að það séu einhver börn kannski heima sem eru að hlusta, svo ég get sagt söguna til þeirra. Frábært að geta verið hérna áfram og vera hér aðeins lengur á Íslandi, gaman að sjá ykkur öll saman. Jæja, nú janúar og skólinn farin að byrja aftur og ég trúi að það séu einhver börn sem eru farin að hugsa skólan. Mér langar til þess að segja ykkur sögu einn ungan mann sem var á leiðinni í skólan í fyrsta sinn. Og pabbi hans teiknaði fyrir hann kort svo hann myndi rata niður að strætóstöð. Þar myndi strætisvagnin koma og sækja. Og hann fylgdi kortinu sem faðir hans hafði teiknað alveg niður á götu og það sem að reiturinn sagði að hann ætti að stoppa og bíða, þar stóð hann kjur. Svo, á meðan hann var að bíða, þá gekk maður framhjá, sá þennan unga dreng standa þarna og ákvað að spurja hann, hvað ert þú að gera þarna, ungi maður? Og drengurinn leit upp og sagði, ég að bíða eftir strætó. Nú, bíddu nú við. Það stoppar engin strætisvagn hér. Þú hefur ekki farið nógu langt, vinur. Strætóstoppustöðin aðeins lengra niður götuna, svo hvers vegna stopparðu hér? Ja, pabbi minn, hann gaf mér þetta kort og hann sagði að ég ætti að standa hér og bíða eftir strætó. Þú það og maðurinn hélt göngu sinni áfram. Svo, stuttu seinna, kom annar maður og sá strákinn standa þarna og ákvað að spurja, hvers vegna stendur þú hér út í kuldanum? Ja, ég að bíða eftir strætó. Hann pabbi gaf mér þetta kort hérna og sagði að hér stoppar strætó og sækja mig. Nú, en það allt of seint fyrir það. Það engin strætó sem stoppar hér á þessum tíma. Áttu kannski við strætisstoppustöðuna sem liggur aðeins lengra upp götuna. Þú hefur farið of langt, vinur. Það annar strætó sem stoppar aðeins lengra þarna sem kannski var þar sem pabbi þinn átti við. Nei, hann gaf mér þetta kort og hann sagði að ég ætti að standa hér. Nú, þú það. Og svo gekk sá maður aftur. Og svo, stuttu seinna, kom þriðji maður og sá strákinn og sagði, bíddu nú við. Af hverju stendur þú hér eins og þvara? Hvað? Veistu ekki að það kalt og hvað ertu að gera þetta? Já, eins og ég sagði, eins og ég hef áður sagt, þá ég að bíða til skólastrætó. Pabbi minn gaf mér þetta kort og ég á að standa hér. En ungi maður, það kemur engin strætó í dag. Þú hefur staðið hér til einskis. Nei, pabbi minn hann gaf mér þetta kort og hann sagði að hér á ég að standa, hér kemur strætón og sækja mig. Nú, já, það máttu standa hér lengi því það kemur engin strætó í dag. Og eftir þetta ætlaði maðurinn að halda áfram ferð sinni, en svo heyrir hann eitthvað hljóð fyrir aftan sig. Hann sneri sér við og þarna var strætóinn. Hann vildi ekki trúa sínum eigin augum. Hvað? En ég þekki strætóferilinn og það kemur engin strætisvagn í dag sem stoppar hér. Hvernig vissirðu þetta, ungi maður? spurði maðurinn. Þannig nú það, pabbi minn keyrir strætóinn og hann sagði mér að standa hér. Og þannig var það og hann gekk upp og strætisvagnin keyrði burt. Þannig það líka fyrir okkur í dag. Faðir okkar á himnum, hann hefur gefið okkur kort. Og þetta kort hérna útskýrir hvernig við
komst til himna. Og það munu koma menn sem að segja, nei, þú hefur farið allt og langt. Eða þú hefur ekki farið nógu langt. Eða það engin Guð. Guð kemur aldrei, Jesús kemur aldrei. Þið megið standa hér eins og þið viljið og ekkert mun gerast. Þetta eru raddir sem við þurfum að eiga við. En Faðir okkar á himnum hefur gefið okkur þetta kort og við getum lesið í því. Jesús sjálfur segir sig, ég sannleikurinn, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið og enginn kemur til Faðirins nema fyrir mig. Þetta mikilvægur sannleikur og ef við fylgjum honum, það fer allt vel. Takk fyrir krakkar og gangi ykkur vel í skólanum. Good morning. Is it working? Góðan dag. I'm going to talk today about 2 Timothy chapter 4. Ég ætla að tala í dag út frá öðru Tímóteusarbréfi og 4. kafla. That was the reason why Christine was reading here the whole chapter. Og það ástæðan fyrir því að Kristín Lára las allan kaflan áðan. And that was the last recorded word St. Paul wrote before his death. Og þetta síðustu skráðu orð Páls fyrir dauða hans. And he was written to Timothy. Og hann var að skrifa til Tímóteusar. And today I just want you, everybody that is here and also at home, Og mér langar til þess að þið öll sem eru hér og einnig þau sem eru að hlusta heima, just for today, bara í dag, change your name. skiptu nafn, eða bara svona þykir skiptu nafn. You're going to be Timothy today. Í dag þá heitið þið öll Tímóteus. And just imagine that he is written all the book to you. He is telling to you, talking to you today. Og í dag þá Páll að skrifa til ykkar. So he says in the beginning of the book, of the chapter 4, Þannig að í byrjun kaflans, í 4. kafla, þá segir hann, I charge you, Timothy. ég skora á þig, I appeal to you, Timothy. ég kalla til þín, ég höfða til þín, To do what? að gera hvað? Preach the word. Að predika orðið. And so everybody that is here today, Þannig að allir sem eru hér í dag, if you are Timothy, ef að þið eru Tímóteus, preach the word. þá predikið orðið. And when we are preaching the word, Og þegar við erum að predika orðið, you must convince people. þá verður maður að vera svolítið sannfærandi og sannfæra aðra. That's what is in verse 1 and 2. Það það sem maður verið að segja í 1. og 2. versi. When you are preaching, you have to rebuke people. Þið þurfið að höfða til fólks en líka ámæla því. You have to exhort people. Já, það þarf að áminna og ávíta. Okay, when he is saying this, he said, you have to, these 3 words that I use, you have to convince, to rebuke, and to exhort people. Það þarf að vanda ávíta og áminna. And people say, oh, rebuke people? Fólk segir, ávíta fólk? Isn't that something strange when you're preaching the word to rebuke people? Það ekki svolítið skrítið að vera ávíta fólk þegar maður að predika? But Paul keeps on saying, En Páll heldur áfram og segir, when you do this, þegar þið gerir þetta,
we do with all patience and love. þá það gert með öllu langlindi og kærleika. And why do you have to do that? Og til hvers þetta nauðsynlegt? Verse 3 and 4 answer for us. Svarið að finna í versi 3 og 4. Because there will be a time when people will not listen the sound doctrine from the Bible. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu. People are going to follow their own desire. Fólk mun fylgja sínum eigin löngunum. And Paul keep on saying that they are going to choose for themselves teachers. Og Páll segir að fólk muni velja sjálft á hvaða kennara það hlustar. Teachers that say what they want to hear. Sem sagt það hlustar að þá kennara sem að segja það sem að fólki vill heyra. They don't want to hear the Bible anymore. Það hefur ekki áhuga að heyra orðið úr Biblíunni lengur. Because if you preach the Bible, you have to say things that they don't like it. Því að ef maður predikar úr Biblíunni þá þar, þá heyra þeir eitthvað sem þeir vilja ekki heyra. So they prefer teachers that say, oh, God is just love. Þannig að þeir kjósa frekar kennara sem að segja bara, Guð bara kærleikur. But if you read the whole Bible and you see that the Bible teaches everything about God, not only love. En þegar maður lesa alla Biblíuna og sér að karakter Guðs að það fleira heldur en bara kærleikurinn. And Paul says here, people will start to turn to fables, to fairy tales. Fólk snýr sér að frá sannleikanum og hverfur að ævintýrum. Then Paul says, but you, Timothy, En þá segir Páll, en þú, Tímóteus, be watchful in all things, vertu algáður í öllu, endure sufferings, þola illt, do the work of an evangelist, gjör verk trúboða and fulfill the ministry. og fullna þjónustu þína. So you, Timothy, Þannig að þú, Tímóteus, when people are around trying to listen things that are not true, þegar fólk í kring að hlusta á hluti sem ekki sannir, you have to stand for the truth. þá verður þú að standa fyrir sannleikanum You have to preach the gospel. og boða You fagnaðarerindi, have to be an evangelist. vera trúboði. And then Paul keep on saying, verse 6 to 8, Og svo segir Páll í versi 6 til 8, keep on the job because I'm going to die. þú verður að halda áfram með þetta verk vegna þess að ég mun deyja. And he says here, the time of my departure is coming. Þegar það kemur að því að ég muni hverfa burt. I have fought the good fight. Ég hef barist góðu baráttunni, I have finished the race. ég hef fullnað skeiðið I have kept the faith. og ég hef varðveitt trúna. And then he says, verse 8, finally there is laid up for me the crown of Svo righteousness. segir hann í versi 8, nú mér geymdur sveigur réttlætisins. Paul was sure about his salvation. Páll var alveg sannfærður sína frelsun. He said, there up in heaven there is a crown for me. Hann sagði upp á himnum kóróna fyrir mig. I'm going to receive from Jesus the hand of Jesus Christ. Ég mun fá hana frá Kristi sjálfum. But he says, not only for me, En ekki einungis handa mér, but for you too, heldur öllum, dear brothers and sisters. bræður og systur. God has a crown for every one of us. Guð með kórónu fyrir hvert og eitt okkar. And he says, if you keep the truth, if you preach the truth, if you be an evangelist, Og hann segir, ef að þú predikar sannleikan og boðar trúna, you're going to receive a crown. þá færð þú kórónu. But in verse 9 to 16, En í versum 9 til 16, Paul starts to say now that he is abandoned apostle. þá segir, what does he say? Abandoned, he's alone. Já, þá segir Páll að hann sé yfirgefin lærisveit. And then in verse 9 he says, come quickly to me, Timothy. Hann segir, Tímóteus, komdu til mín sem fyrst. Do you know why Demas, he left the church? Vegna þess að Dímas, hann hefur yfirgefið kirkjuna.
And when we say this to you today, you know that some people that were here with us, they are not here anymore. Og sumir þeirra sem voru með okkur áður, þeir eru ekki með okkur lengur. They left the church. Þeir eru farnir úr kirkjunni. They left the truth. Þeir yfirgáfu sannleikan. And that's what Paul is saying to Timothy here. Demas left the truth, left the church. Og það er sem Páll segir, Demas hann er farinn, hann hefur yfirgefið trúna. And I sent another evangelist to, like he says, Crescens and Titus to do work in another city. Og ég sendi Kreskes og Títus til annara borga til þess að vinna. Only Luke is with me. En Lúkas er einn hjá mér. And he says, bring Mark with you. Hann sagði, komdu og taktu Markus með þér. Do you know who is Mark? Vitið þið hver Markus var? In Acts chapter 15, Paul was working with Mark, and suddenly they had a bad agreement, disagreement between themselves. Í Postulosinu 15. kafla þá er sagt frá því að Páll og Markus hafi verið að vinna saman og svo hafi komið upp ósætti á milli þeirra. And then Mark just left Paul. Og Markus yfirgaf hann. And then Paul didn't want to work with him anymore. Og Páll gæti ekki unni með honum lengur. But now we see here Paul say, bring Mark. En núna segir Páll, komdu með Markus með þér. Do you know who is this Mark? Hvaða Markus? He's the one that wrote the book of Mark in the Bible. Þetta er sami Markus og skrifaði Markusaguðspjall. So Paul was feeling alone. Páll var einsamall. He said, bring to me also the coat, because it's so cold here. Og hann sagði, komdu líka með kápu fyrir mig því að það er rosalega kalt hérna. Bring the books. Komdu með bækurnar, Bring the Bible. biblíuna And please come quickly to me. og vertu fljótur, komdu fljótt. Because everybody has abandoned me. Því að það hafa allir yfirgefið mig. But only the Lord is with me. En aðeins Drottinn er með mér. That he's saying in verse 17 to 18. Hann segir það í versi 17 til 18. And he said that God was with him when he was in front of the judgment before Caesar. Hann sagði, Drottinn stóð með mér þegar ég var frammi fyrir réttinum, fyrir framan Sesar. And at that time he said that he was not killed Og by ég- the lion that is, in this case, Caesar. Og hann var frelsaður úr gini ljónsins sem að var þá keisarinn í þessu tilfelli. We see that Paul is asking, is begging Timothy to come to him. Og við sjáum að það er eins og Páll sé að grátbiðja Tímóteus að koma til sín. We see 4 times in this chapter. 4 sinnum í þessum kafla And he says, get Mark and bring him. og hann segir líka, komdu líka með Markus. Bring the coat. Og með frakkan eða flíkina Verse 9, come quickly. og í versi 9 aftur, komdu fljótt. Verse 21, Versi 21, come before the winter. komdu áður en að veturinn skellur á. He knew that he was going to die. Hann vissi að hann átti stutt eftir And he wanted to see Timothy before he og died. hann vildi sjá Tímóteus áður en að myndi deyja. And he knew that the weather at that time it was so bad at the winter that the ships was not traveling. It was so dangerous. Og hann vissi að skipin ferðuðust ekki á veturnar And sometimes it was impossible to travel during the winter. og það var oft ómögulegt að ferðast yfir veturtíman. And if Timothy was not going before the winter, Og ef að Tímóteus leiði ekki að stað fyrir veturinn, probably he would not come there at the right time. þá myndi hann örugglega ekki koma ná á réttum tíma. And Paul was cold at the prison. Og Páli var kalt í fangelsinu The prison at that time was under the earth. Vegna þess að fangelsin á þessum tíma voru niðurgrafin And without coat, he was just freezing there. He could die of cold inside the prison. og án þess að vera með hlý föt þá myndi hann örugglega bara deyja úr kulda þannig niðri. So come before the winter. Þannig að komdu fljótur áður en að veturinn kemur. One question. Ein spurning, Did Timothy go fór Tímóteus? before the winter? Fór hann fyrir veturinn? Do anybody know? Er einhver sem veit það hvort að Tímóteus hafi farið? Nobody knows.
Veit það enginn. Nobody knows if Timothy got there before winter. Það veit enginn hvort að Tímóteus hafi lagt af stað og náð í tæka tíð fyrir veturinn. Imagine if Timothy was there working in the church of Ephesus Ímyndið ykkur að Tímóteus hafi verið þarna að starfa fyrir kirkjuna í Efesus and he received the letter from Paul og hafi fengið bréfi frá Páli and he said, "Oh Paul, just wait a minute. og hugsað með sér, æ Páll, þú var nú bara aðeins að hingra. I have a meeting here in the church. Það er búið að skipuleggja hérna fund í kirkjunni sem ég þarf að vera á I have a meeting there in the office. og svo er þarna eitthvað á skrifstofunni sem ég þarf að sinna. I have to do some visits." Svo var ég búin að lofa að heimsækja hina og þessa And the time was passing by og tíminn bara leið og leið and the winter came og veturinn kom and Timothy never went og Tímóteus fór aldrei and Paul was dead. og Páll deyr. Procrastination destroys many good intentions. Það að fresta hlutum, það getur bara eyðilegt, maður getur haft margar góðar tilætlanir eða hugsanir sem eru bara eyðilegar vegna frestunar. If you have to do something good, do it now. Ef það er eitthvað gott sem að þú þarft að gera eða vilt gera, gerðu það þá strax. There is a story of three apprentices of the devil, two students to learn how to be devil. Já, það er svona saga tvo lærisveina djöfulsins sem voru svona í þjálfun að læra að verða djöflar. And they were going to go their first mission to earth. Og þeir ætluðu að fara í sína fyrstu leiðangursferð til jarðarinnar. So they appear before Satan. Og þeir koma fram fyrir Satan. And Satan asked them, "What is your strategy?" Og Satan spurði þá, hver er ykkar svona taktík? Hvernig ætlið þið að vinna? What are you going to do there to deceive man? Hvað ætlið þið að gera á jörðinni til þess að blekkja fólk? The first one came and said, it was three, so the first one came and Já, said, þeir voru þrír og fyrsti kemur og segir, "I'm going to tell them that there is no God." ég ætla að segja þeim, ég ætla bara að sannfæra þá það að það sé engin Guð. And Satan said to him, Og Sa- "Well, that will not work. Og Satan segir, já, ég held að það mun ekki ganga. Because inside their heart, people know that there is God." Vegna þess að innst inn í hjartanu þá veit fólk að Guð er til. Then came the second one. Svo kom lærisveinn nummer 2, eða lærlingur nummer 2. "I'm going to tell them that there is no hell." Ég ætla að sannfæra fólkið að það sé ekkert helvíti. And then Satan said, "Oh, that will not work." Og Satan segir, já, ég held að það mun ekki ganga heldur. You know, the life on earth is so difficult. People has a lot of trouble. They have a lot of suffering. Því að fólk, lífið hjá þeim svo erfitt, það þjáist svo mikið. So people believe in hell. Þannig að fólk trúir því bara að það sé eitthvað ennþá verra. Then came the third one. Svo kom þriðji lærlingurinn And after thinking a lot, he said to Satan, og eftir að hafa hugsað sig vel þá sagði hann, "I will tell people on earth that there is no hurry." ég ætla bara að sannfæra fólk að þeim liggi ekkert á. Satan said, "Go. Og þá sagði Satan, farðu, You will ruin them by millions." þú munt eyðileggja milljónir. The winter, my brothers and sisters of this world, is coming. Vetur þessara jarðar að koma. For us that believe in God and want to really follow Jesus, Fyrir okkur sem að trúum á Guð og viljum virkilega fylgja Jesú, we will have hard times. það munu vera erfiðir tímar. We are going to lose the religion freedom. Það mun koma svo tími sem að við missum trúfrelsi. They will try to make us follow what they believe that is true, not what the Bible says that is true. Eða tímar þar sem að við verðum látin trúa því að eitthvað annars er satt, ekki það sem stendur í Biblíunni, heldur að það sé einhver annar sannleikur. So the time to accept Jesus is today. Þannig að tíminn til þess að taka við Kristi í dag. We don't know if we're going to be alive tomorrow. Við vitum ekki eins og hvort við verðum á lífi á morgun. Today is the day to accept Jesus. Í dag tíminn til þess að taka við Kristi. Come to Jesus before the winter. Komið og takið við Kristi áður en að veturinn skellur á. Take your decision. Gerið upp hug ykkar.
Another story said about a man. Og það er önnur saga mann, He was a Christian. hann var kristinn He was walking a big wall. og hann var að, was he building it? No, it's just a wall that separated two places. Já, hann stóð He was anspennus, in the top of the wall, já, hann var uppi á mjög háum vegg and he was there, and one side was heaven, another side was hell. Þetta er svona múr og öðru megin þá er himnaríki og hinum megin var helvíti. And then when he was walking up on the wall, Og þegar hann gekk uppi á múrnum, suddenly he died. þá allt í einu bara dó hann. Then the side of the heaven, the angels of heaven was shouting, "Come down, come to heaven." Og himna megin í þessari dæmisögu þá voru englarnir sem sagði komdu hingað, komdu hérna megin. And he was there. And the angels start to shout even more, "Please come to heaven, come to this side." Og englarnir segja komdu hérna megin, komdu til himna, vertu hérna megin. The other side was hell. Hinum megin við veggin var helvíti. Satan was just there looking. Og Satan stóð bara og fylgdist með. And one philosopher was just watching what was going on. Og fylgdist bara með því sem var að gerast. He said, "Well, the angels of heaven are shouting, claming for him to come to heaven." Þarna voru englar heimilsins að hrópa á manninn að koma til sín. But Satan is not doing anything. En Satan gerir ekki neitt. So he went there to ask Satan, "Why? Þannig að Satan spurði af hverju gerur ekki neitt. Why don't you shout for him to come to your side?" Af hverju kallar ekki á hann að koma til þín? Then Satan said, Þá segir Satan, "Everybody that is up in the wall, allir sem eru uppi á hérna múrveggnum, they are already in my side. þeir eru nú þegar mín megin. Dear brothers and sisters, Kæru systkini, where are you? hvoru megin ert þú? Why don't you take the decision? Af hverju tekur ekki ákvörðun? If you want to serve the Lord Jesus Christ, why don't you do now? Ef að þú vilt þjóna Jesú Kristi, af hverju tekur þá ekki ákvörðun það núna? If you have to preach the word, why don't you do now? Ef að þú ert beðin að predika orðið, af hverju gerur það ekki núna? Why wait? Til hvers að bíða? Just why Paul says, "Come before the winter." Það er svona segir Páll, komdu áður en að veturinn skellir á. Please come to Jesus. Komdu til Jesú Do your best og gerðu þitt besta to come before the winter. að koma til hans áður en að veturinn skellir á. Amen. Amen. Thank you, Lisa. Takk fyrir þetta. Falleg orð og við þurfum að koma áður en erfiðleikarnir taka okkur. Við skulum syngja að lokum Er þeir helgust ósk, númer 383. Er þeir helgust ósk.
please so silent. Gustavo from Brazil, and he was here with his wife, doctor, went to Akureyri. Do you remember him? He was watching through the internet, and he sent greetings to us. Mér langaði bara áður en að ég fer með blessunarorðin að skila kveðju frá Brasilíu, frá Gustavo og konu hans. Þau voru að fylgjast með í dag gegnum netið og báðu kærlega heilsa öllum hérna á Íslandi. Dear Lord, which art in heaven, Góði Faðir á himnum, we say thanks for your word. við þökkum þér fyrir þitt orð. We say thanks for the crown of life that you have for us. Við þökkum þér fyrir kórónu lífsins sem að þú hefur útbúið fyrir okkur. And we ask you to bless us and help us to take the decision today. Við biðjum þess að þú meir hjálpa okkur og blessa okkur að taka þá ákvörðun í dag. In Jesus' name we pray. Í Jesú Amen. nafni, amen. Tilkynningar, Kitty.